Nú ef enginn hefur hvað sér ljós, þeir sem gjörðu svo vel, Páll. Gjörðu svo vel, Ármann. Forseti, bæjarstjórn. Páll spyr hvort að þessum lóðum hafi verið úthlutað áður og það er rétt. Þær fóru hérna fyrir, ætlaði ekki verið snemma árs 2017, þá fór fyrir lóðin og svo önnur svona mitt árið. Og hérna, en það sem að, sá sem var með lóðirnar þá, gat ekki staðið í framkvæmdunum, hann ákvað hann að skila bara inn lóðunum og hérna, við í rauninni setjum það bara aftur á vefinn hjá okkur og þetta eru báðar lóðirnar eru 1600 fermetrar með nýtingarhlutfall 0,85 sem þýðir fermetrafjöldin gæti verið svona 1300 fermetrar. Þau byggingarleyfi sem að liggja fyrir, þær samþykktu byggingaráformar sem að liggja fyrir eru fyrir 14 íbúðablokk. Þetta eru 3 lóðir í röð, við erum núna bara að taka fyrir 2, það er búið að úthluta 66 og þar liggur fyrir samþykki fyrir 14 íbúðum. Þannig að ef þeir ákvaða að fara þessa leið þá vorum við að tala um 46 íbúðir, nei, grín, 42 íbúðir sem að ætti að geta komið á markað bara ekkert á næsta ári. En þeir setja ráð á því alveg hvort að þeir fylgi eldri teikningunum eða ekki, sko. Já, henni var úthlutað í fyrra og það er búið að greiða öll gjöld að henni og menn eru bara á full swing að klára hanna burðarþoli og lagnir í það, sko. Þannig að þetta er bara flott, sko, og svo erum við með Norðurhóp 64 í næsta máli og það eru náttúrulega, nú nýlega samþykktu við lóðuhlutunarreglur sem að gera svolítið ítarlega kröfur til þeirra sem ætla að sækja fjölbýlishúsalóðir. Það verður að vera byggingaverktaki sem er búinn að starfa í 5 ár og skuldlausu sveitarfélagið og öll opinber gjöld. Það eru þær kröfur sem menn þurfa að standast til þess að fá fjölbýlishúsalóðir og raðhúsalóðir hér og það er allt í góðu hérna hjá þessum aðilum. Takk fyrir það, Ármann. Nú orðið er laust. Ef það er ekki fleiri sem hafa hvað sér ljós að þá þeir sem að samþykkja tillögu skipulagsnefndar að erindi verið samþykkt gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Nú þá er það mál númer 2. Það er að samskonar dogað, það er að segja umsókn lóð á Norðurhópi 64 og erindi er frá Viðar J. EHF. Í erindinu óskað eftir lóð við Norðurhóp 64. Það er sama þar, skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að erindi verið samþykkt. Orðið er laust. Nú ef enginn hefur hvað sér ljós, þeir sem eru sammála áformunum, gjörðu svo rétt upp hönd. Samhljóða. Þá er það þriðja mál. Það er umsókn niðurrif. Tekið fyrir erindi frá Hósnesi EHF. Í erindinu óskað eftir byggingarleyfi fyrir niðurrif á mannvirki við Verbraut 1, landnúmer 129131. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaráformin verði samþykkt. Nefndin bendir á lóðinni eru skráðar fornminjar. Orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég er ekki alveg kannski sáttur við að nefndin hafi ekki orðið við beiðni fulltrúa Framsóknarflokksins í nefndinni að hinkra aðeins eða sem sagt að bíða eftir umsögn frá Minjastofnun. Mér finnst bókurinn kannski svolítið, kannski hefði mátt vera svolítið ítarlegri og kannski Ármann geti bent okkur á það eða upplýst allavega mig það, sko, það sem segir í
Það sem segir í niðurlagi frá nefndinni að hún bendir á að lóðin eru skráðar fornminjar, þannig að það er ekki það, ég treysti ekki verktakanum til þess að umgákast þetta af nærgætni, en ég hefði nú kosið sko að það hefði nú verið í lagi að fá umsókn frá Minjastofnun þetta niðurrif, því að þetta eru nú menningarminjar þarna og svona, þannig að þetta er svona alveg á mörkum á gamla bænum og svo hafna á iðnaðarsvæðinu, þannig að ég hefði nú kosið það, ekki það ég sé á móti því að það sé að þetta sé rifið og byggt þarna, því ég óttast það nú að ef þetta verður nú ekki samþykkt þá hver á að endurbyggja þetta, þó við viljum nú kannski halda í þessi gömlu vinnubrögð, þessa gömlu beitingaskúra, þó að ríkið sé í rauninni verðlauna þá sem er að stunda þessi vinnubrögð ennþá með ákveðinni ívilnun, en þá eru þetta svona ákveðnar minjar hvernig þetta var unnið hérna á síðustu öld. Ég held að húsið sé nú ekki orðið það gamalt að það sé orðið 100 ára, en einhverjir hafa nú þá trú að það sem undir í að það sé eitthvað eldra. Þannig að En eins og ég segi, ég hefði viljað að við fengjum aðeins meiri umsögn þetta ítarlegri umsögn frá Minjastofnun. En Ármann kannski uppvísir okkur hvaða atriði þetta eru þarna, eða hvað það er þarna sem þessar fornminjar sem leynast þarna. Takk fyrir það, Páll. Sjálfur er ég á mælendaskrá. Já, það er kannski ekki ofarlega farið. Hvað segir sagan með þessa beitingaskúra? Þetta er ekki samkvæmt þjóðskrá. Þá er þetta ekki reist fyrir 1950-60. Hvað segir sagan okkar, Palli? Er þetta búið að kveikna einu sinni í þessu? Það er búið að setja nýjar hurðar á þetta og ég veit ekki hvað eiginlega í húsnæðinu sjálfu á að vera eitthvað sem er einhverja minjar. Það er kannski einhver aðrir aðilar sem þekki það betur. En mér finnst náttúrulega alveg bagalegt að bara sjá til og láta kanna að máli liggur fyrir. Og ég held við eigum bara ekki að tefja menn sem er að vinna að uppbyggingu á svæðinu. Hins vegar liggur alveg ljóst fyrir að sérstaklega austan Víkurbrautar, þar er komið svæði sem eru sögu og minjatengt. Fyrir utan þetta hús sem stendur þarna enda það ekki til umræðu. Það er verið að tala gamlan og að mínu mati bara ljótan beitingaskúr. Og mér finnst að það er bara að halda áfram og byggja og þarna kemur bara ný og betri bygging en ég held að það sé ekkit að vanbúnaði að halda þessu verki bara áfram. Nú orðið er laust en það er enga síður búið að biðja Ármann ef þú myndum kannski aðeins svara þá spurningum bara hérna. Pálti, takk. Takk fyrir þetta. Já, ég vísa þá bara kannski svörunum beint til Páls, svo sem að kom kannski ekki spurning frá þér. Hjálmar, í fornleifaskýrslunni með deiliskipulaginu stendur að minjar eru taldar vera undir húsinu. Það er ekkert sem að við vitum fyrir vissu, eins og þegar fornleifaskýrslur eru gerðar með deiliskipulagum þá eru fornleifarnar skráðar og eins ef það eru taldar vera á staðnum. Ef það væru greinilega fornminjar þá væru við ekki að fara að heimila, þá væru við kannski bara að fara að heimila niður yfir en ekki neina uppbyggingu á svæðinu. En þar sem það eru bara taldar vera, þá kannski er okkur ekki beint skylt að leita til Minjastofnunar. Hins vegar eru þetta tvö mál sem að kannski að vefjast saman og kannski ekki skrítið að menn ruglist á þeim þar sem að það er ekki tekið fyrir hér. En það lá fyrir beiðni frá Minja- og sögufélaginu að sveitarfélagið myndi óska eftir umsögn Minjastofnunar niðurriðið og mannvirkin og þeir telja að mannvirki sé mun eldra heldur en það er skráð í fasteignaskrá. En í millitíðinni þá höfðu það áður samþykkt niðurrif á matshluta 1 á lóðinni, þar sem að matshluta 2 var í eigu annars aðila.
En síðan þá hefur sem sagt Hópsnes keypt upp matshluta 2 og þar alveg að endurnýja umsókn um byggingarleyfi. Sem sagt, það þarf að sækja um byggingarleyfi til þess að rífa mannvirki líka, ekki bara byggja þau. Og eins með deiliskipulaginu var gerður uppdráttur og tekið saman þau mannvirki sem að skal alltaf leita til umsagnar Minjastofnunar til og þau hús sem eru friðuð, og þetta mannvirki féll ekki inn á þann lista deiliskipulagsins og í rauninni var skipulagsnefnd, ég ætla ekki að segja klofin, en hún allavega þurfti að kjósa um málið, hvort það ætti að leita umsagnar og valdi að gera það ekki því að henni var ekki skylt að gera það og ég get nú kannski ekkert farið nánar út í það af hverju það var ekki óskað eftir því, en minjarnar eru, til að svara þessu stutt, þá eru minjar taldar að vera undir mannvirkinu og þá náttúrulega taki gildi eða þá náttúrulega á verktakinn samkvæmt lögum um menningarminjar að stoppa framkvæmdir ef hann verður var við minjarnar og það er rauninni lítið annað sem við getum gert en að treysta á það. Svaraði þetta spurningunni, Páll? Kemur aftur. Takk fyrir þetta, Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta, Ármann. Já, ég ætla mig ekki að tefja þetta mál, þessar framkvæmdir. Ég bara svona hnykkja á því að við þurfum, reynslan bara kennir okkur að við þurfum að fara svolítið varlega, Það er bara ekki langt frá þessum stað. Þar voru menn svo gráðugir að byggja garða. Ekki að við vildum fara að byggja að ég hafi verið á móti að garðarnir væri byggðir. En þeir voru bara byggðir ofan á gömlu bryggjurnar. Sem að menn svo í dag eru að svekkja sig yfir. Að menn flýttu sér aðeins svo mikið í þessum görðum, það hefði ekki munað neina að hnika þeim aðeins til, þá hefðu mikla menningarminjar þar sem eru bryggjurnar rétt neðan við. Nú, já, þetta eru ljótir beitningaskúrar, ég get alveg tekið undir það, en ég er bara svona hnykkja á því að það er aldrei varlega farið í þessu. Nú, ég veit ekki hvað hún, það sló mig svolítið svona, eða svona, ég hrökk aðeins við bókuna hjá nefndinni, þar sem hún segir bara nefndin benti á lóðinni eru skráðar eru skráðar fornminjar. Þannig skil ég þá rétt að það er skráð að það séu kannski... Það er skráð í deiliskipulaginu að það eru taldar vera menningarminjar. Þetta er rétt hjá þér, þetta er svolítið... Það skveðið í bókunni, sko. Það er of fast kveðið í bókunni. Já, þess vegna var ég svona... Fast kveðið þarna í bókunni. Þess vegna var ég svona að spyrja hvað en kannski eru svona ákveðin skilaboð í þessu til verktakans að þegar hann gerir þetta, hann gerir þetta þá með gát, sko. Já, nefndir fannst það kannski lágmark allavega að minnast á það, sko. Já, þannig að kannski ein spurning til þín þá svona í framhaldi af þessu að komið það í ljós á niðurrifstímanum er þá einhver úrræði til þess að grípa inn í fyrir okkur? Þegar leyfið er komið eða hvað? Það er voðalega erfitt, sko. Nei, við bara treystum verktakanum að þeir geri það og að þeir vinni þetta með gát bara. Ég segi fyrir mitt leyti, ég mun bara treysta því og treysti sínu heima fólki. Takk fyrir þetta, Páll. Heyrðu, orðið er laust. Já, eins og kom þetta fram áðan að þá var búið að samþykkja matshluta 1. Það var búið að samþykkja það gekk í gegn að rífa. Svo átti að taka, ég veit nú ekki hvernig það hefði litið út, hefði seinni hluti verið látið standa eftir. En ég tek undir með þið, Páll, að það má skilja það sem svo að það sé. En á lóðinni hvað er það, undir, kring eða... En hér er bara þessi, það er bara fullir, það er sé og þetta er klaufalega orðað og getur verið villandi. En orðið er laust.
Nú ef það ekki fleiri sem hafa hvað sér ljós að þá berum við til atkvæðagreiðslu. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaráformin verði samþykkt. Þeir sem eru sammála þessu gjöra svo rétt upp hönd. Það samhljóða. Þá það 4. mál. Það Gunnuhver deiluskipulag. Tekinni fyrir leiðrétt tillaga deiluskipulagi fyrir Gunnuhver eftir auglýsingu þar sem að fyrirhugað er að bæta og gera aðgengi að svæðinu betra. Tillagan var auglýst frá 5. júlí 2017 til 17. ágúst 2017 með athugasemdafresti á sama tíma. Í leiðréttri tillögu að deiluskipulagssvæðið minnkað og nær nú yfir 22 hektara í stað 35. En hérna hjá okkur Ármann, þú munt kannski koma hérna og svara einhverju spurningu sem menn hafa það, en skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagið verði afgreitt. Samkvæmt 1. málsgrein 40. skipulagslaga 123/2010 og feli skipulagsfulltrúa að senda tillögu til skipulagsstofnunar. En Ármann, gjörðu svo vel, þú kannski aðeins upplýsir okkur. Takk fyrir þetta. Já, við erum þetta nú ekki fyrst skipti sem við tökum þetta fyrir hér en vonandi það sé þetta. Við erum búin að samþykkja þetta og búin að auglýsa skipulagið samkvæmt 42. málsgrein með 6 vikna fyrirvara og leita umsagna hjá ýmsum stofnunum. En svo þegar kemur að ég fyrir að skila skipulagið inn til skipulagsstofnunar þá gera þeirra athugasemd við það að þetta skarast við annað skipulag. Deiluskipulagsmörk mega aldrei skarast, þau eru alltaf að liggja saman. Og allt í lagi með það, svo fyrir við bara að vinna í þessu meira, þá kemur aðeins meira upp úr krafsinu að við höfum gert ráð fyrir því að nota eitt borteig sem svona varabílastæði eða yfirfallsbílastæði. Það stóð nú aldrei til að fara í einhverja mikla framkvæmdir þar, heldur ætluðum við að nota þetta sem svona yfirfallsbílastæði. Og svo hefur það ratað inn í deiliskipulagið sjálft og við vorum einhvern veginn svo fókusuð bara á Gunnuhverfum sjálfum og bílastæðum hann í kring að þetta hefur bara fallið með og HS voru ekkert alveg tilbúin að láta bortegina hendi þó þeir hafi verið tilbúin að leyfa okkur að nýta hann svona sem yfirfall. En ég get nú kannski ekki staðið upp í pontu og talað Gunnuhver á þess að minnast á það að ég gaf mér það bessalegu að sækja styrk fyrir framkvæmdum á svæðinu og fekk það í gegn 15 milljónir, eins fyrir 4 milljónum fyrir eldvörp og ofan á annan 22 milljónum styrk sem við erum að fara að nýta í svæðið líka. Þannig að við erum nú búin að tryggja fé í þessar framkvæmdir en eina sem við þurfum að gera koma að koma skipulegan á stað til þess að geta að fara að hefja þær. Til samræmis þá hefum við gert breytingar á deiliskipulagi Reykjanesvirkjunar sem næsta mál og þá erum við búin að setja línuna saman og við minnkuðum þá bara reitin yfir, það var svona farsælsta lausnin að vera þá bara ekkert að minnast á að setja bílastæðið inn í Gunnuhversskipulagið, bílastæðið sem vestast yfirfallsbílastæðið hérna. Taka það bara alveg út úr og þá það ekkert lengur inn í myndinni en sjálfsögðu það hægt að keyra inn á borplanið og ef það ekki í notkun þá sjá menn fyrir sér að hafa það opið en annars getur verið að HS Orka vilji nýta borteginn seinna. Annað hefur ekki breyst á svæðinu. Það eru sömu göngustígarnir og sömu svona, aðalbílastæðin eru beggja vegna og við erum búin að láta hanna svæðið alveg niður á bara hver einustu skrúfu og meira svo búin að sækja framkvæmdaleyfi fyrir því hér. Kannski bara bjóða upp á spurningar. Meina ég bóndið eða? Svo vel útskýrt þér á með þetta? Já, við erum nú búin að taka þetta svo oft fyrir að menn kunna þetta nú við glutana bara. Þetta eina breytingin, við erum að minnka reitin þarna og til samræmis þá minnkum við reitin á deiliskipulagi Reykjanesvirkjunar og ég hef fengið undirskrift frá HS Orku á þann uppdrátt og þeir eru upplýstir stöðu mála. Takk fyrir það, Ármann. Nú orðið laust. Ef enginn hefur hvað sér ljós að þá þeir sem eru sammála skipulagsnefnd að deiliskipulagið verði afgreitt og fela skipulagsfulltrúa að senda tillögu til skipulagsstofnunar, gjör svo rétt upp hönd. Það samhljóða.
5. mál, iðnaðarsvæði á Reykjanesi, breytingar á afmörkun. Lögð fram tillaga óveruleg breyting á deiliskipulagi iðnaðar- og orkuvinnslusvæðisins á Reykjanesi, dagsett í mars 2018. Breytingartillaga gerir ráð fyrir að deiliskipulagsmörkum svæðisins verði breytt í nágrenni við Gunnuhver. Breytingin til þess fallin að samræma deiliskipulagsmörk iðnaðar- og orkuvinnslusvæði og skipulagsmörk nýs deiliskipulags, sem lagt fram samhliða breytingartillögu þessari. Tillagan hefur verið grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greina skipulagslaga númer 123/2010. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykki að auglýsa tillöguna og feli skipulagsfulltrúa að senda tillögu til skipulagsstofnunar. Orðið er laust. Ég held að þetta hangi nú saman. Nú Ármann, gjörðu svo vel. Já, kannski henda upp uppdrættinum. Já, þá er borðtaugun komin út aftur. Og þetta er nú bara svolítið skondið mál að maður er búinn að vera að vinna í þessu máli í 2 ár og alltaf fókuseraður á Gunnuhverfið sjálf og bílaplunin við og einhvern veginn þá bara þegar við vorum að byrja verkefnið þá ræddu við þetta við HS hvort við mættum ekki nota borðteiginn sem yfirfallsbílastæði. Þeir var ekki búin að nota þennan borðteig í fleiri ár og svona voru ekkert viss með hvort þeir ætla að halda áfram með hann og það var alveg sjálfsagt en á þeim tíma þá hvarflaði kannski ekki að þeim að við myndum breyta deiliskipulaginu, breyta borðteigunum í formlega í bílastæði. Þannig að þetta er svona, ég vil bara meina skondið mál og skipulagsstofnun hefur svona réttilega að stoppa þetta og þá er borðteigurinn komin aftur inn. Hann er þá Við vorum bara að gera deiliskipulag sem náði hérna. Svona eru skipulagsmálin, þau eru alltaf skemmtilegu og maður veit aldrei fyrir að maður er komið með jáið frá skipulagsstofnun og ég ætla bara að vona sko, svo er það líka eitt, ef það eru gerðar verulega breytingar á skipulagi eftir auglýsingu þá ber að auglýsa það upp á nýtt. En við ætlum að reyna að telja þessar breytingar bara ekki verulegar þar sem að þetta var yfirfall bílastæðið og við vorum að hnika til deiliskipulagsmörkunum að þá ætti þetta nú að vera í lagi. Þetta hefur ekki svona mikil áhrif á heildarmynd svæðisins. Og ég mun þá senda þetta inn til skipulagsstofnunar og við bara sjáum hvað skeður. En teigurinn er þá komin aftur inn á þetta skipulag sem að við vorum nota bene að samþykkja að breyta á þar síðasta bæjarstjórnarfundi. Þannig að skipulag eru lifandi plögg sem að við höfum skipulagsvaldið og þó að einhverjar aðrir séu með lóðurnar þá eru við skipulagsvaldið og eigum að geta aðreisa því eftir okkar höfði svo lengi sem það hafi ekki áhrif á hagsmunaaðila í þessu tilfelli Hásorku sem eru búin að undirrita þennan uppdrátt. Hann er undirritaður er þetta ekki frá honum Ásbirni? Og kannski taka það fram ef að HS-menn er að hlusta að þetta var alls ekki meiningin að stela þeim borðteignum, sko. Þetta voru bara svona smá handvömb. Já, takk fyrir þetta Ármann. Nú orðið er laust. Ef ekki fleiri hafa hvað sér ljós að þá hverjir samþykkja tillögu skipulagsnefndar að auglýsa tillöguna og fela skipulagsfulltrúa að senda tillöguna til skipulagsstofnunar. Þeir sem eru þessu samþykkir gjöra svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Það er það 7. mál, dýpkuð í Miðgarð. Nú við umræðinu í þessu máli þá situr hafnarstjóri og er búinn til þess að svara fyrirspurnum. En erindið er þetta. Hafnarstjórn óskar eftir viðauka að fjárhagsáætlun 2018 til að klára alla dýpkunina við Miðgarð. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir komi á samgönguáætlun 2019 til 2023. Gert er ráð fyrir að verkið kosti krónur 135 milljónir og hlutur Grindavíkurbæjar er 40%. Þó er gert ráð fyrir að Grindavíkurbær leggi alfarið út fyrir þessu og að endurgreiðslan komi ekki fyrr en í fyrsta lagi 2019. Orðið er laust.
Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er að mínum viti bara mikilvæg framkvæmd og við erum hana stöndum í Stórurnir á Höfn og þetta svona bara snýst að ganga alla leið og gera þetta að hvað eftir lykilorðið hjá okkur en besta höfn á landinu eða eitthvað. En það sem þetta er náttúrulega, þetta er há upphæð og við erum búin að erum að fjárfesta mikið og þurftum að greiða háa upphæð daginn í lífeyrissjóð. Þá er ég bara að hugsa svigrúmið í fjárhagsáætlun í sjóðnum okkar, hvort að þessi framkvæmd er þá nokkuð til þess að við færum undir milljarðinn okkar. Já, takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú trúið því alltaf alveg fram undir það síðasta að siglingamál myndi gefa sig með það að þetta væri inn í sama þessu verki sem við erum að vinna. Þetta hefur snúist þá túlkun, dýpkun við miðgarð, hvort að það var dýpkun bara rétt fyrir framan garðinn eða dýpkun alveg út í skurðinn. Ég leit nú alltaf þannig á að dýpkun við miðgarð væri dýpkun framan við garðinn og út í rennuna sem þar er fyrir utan, þannig að það er ekki skilin eftir einhver hryggur þar sem að væri náttúrulega algjör skipagildra. Og ef við erum að státa okkur af öruggur höfn og reyna að byggja hann upp sem eins örugga og hægt er, að þá náttúrulega bara er ekki inn í myndinni að mínu viti að skilja þarna eftir hrygg upp á 3-4 metra þarna og vera með 7 og 8 metra sem hvort megin þar sem að skip þurfa að fara yfir eða fara hjá ef ekki verður að gert. Þannig að ég treysti því nú að við getum verið sammála um það, þó ég sé nú alls ekki viss. Við framsóknarmenn erum nú búin að vera að draga þó aðalega Sjálfstæðisflokkinn sem hefur nú verið erfiðastur í taumi í þessum hafnarframkvæmdum frá því að við fórum út í að breikka rennuna. Þar sem að það var ákveðið þarna upp á 2010, þá hafa nú verið ansi þungir í taumi. Ég verður bara að segja það. En ég treysti því nú að þeir fylgja okkur nú í þessu máli og eins og þeir hafa gert hingað til, þó þeir hafi verið svolítið þungir. Þó þeir hafi tekið svolítið að draga á með okkur. Fyrsta að breikka rennuna, svo snúnisvægi inn í höfninni og landfylling til að búa til lóð og svo þessi endurnýjun á stálþýlunum. Þannig að ég bara treysti því og að þeir fylgja okkur í þessu máli eins og öðrum. Auðvitað er þetta einhver áhætta að við fáum ekki endurgreitt úr ríkinu, það þeirra hlut en við höfum það allavega orð þeirra fyrir því og það er ekki fordæmi fyrir því þeir hafi ekki staðið við sinn hlut í þessu. Þannig að ég fagna þessu bara og það yrði algjör synd ef að þessi tæki færu út úr þessi verkfæri færu út úr höfninni án þess að hreinsa þennan hrygg þannig í burtu. Ég treysti því að við verðum sammála um það Takk fyrir þetta, Páll. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Páli fyrir yndislega ræðu. Það er svolítið skondið að formaður hafnarstjórnar skuli þó vera sjálfstæðismaður og
og í meirihlutasamstarfi okkar með Grindavíkurlistunum að við höfum togast til þess að setja hátt í 500 milljónir í höfnina þessi kjörtímabili. Þannig að það er svo sem ekki þá trekt í taumi Páll væntanlega ef að þú hefur haft forgang um þessi mál. En ég tek undir það að þetta er þarft mál. Ég er hissa á því þetta skuli ekki hafa verið inn í upphaflegu framkvæmdinni. Vegna þess að við erum að tala með þessum 130 milljónum 20-25% aukningu í fjármagni í höfnina. Þannig að mér finnst þetta mjög sérstakt að þegar verkið er hafið að koma þá með þessa beiðni aukningu, það skuli ekki hafa verið gert ráð fyrir þessu strax. Og síðan er annað að hvaða vissu höfum fyrir því, hvað orð hverra að þetta verði greitt tilbaka. Getur einhver sagt mér það? Ég veit ekki hvort að siglingamálið sem er undir vegagerðinni hafi sagt og það er rétt í Páli, það hefur aldrei verið svikið í raun og veru. Við erum að tala að lána þetta vaxtalaust þegar ríkið borgar aldrei neina vexti. Hvort það verði árið 2019, 20, 21 eða 22. En ég er sammála því að þetta þurfa að gerast vegna þess að þú ert með að renna upp á 8-9 metra, 5 metra frá viðlaugakantinum og það gengur ekkert upp. En ég skil ekki alveg hugsunina bak við framkvæmdina og sleppa þessum þröskuld. Bara fer ekki við því. Takk fyrir. Já, takk fyrir það Guðmundur. Orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla nú ekki að fara að muna hvað fyrir Guðmund hver hefur dregið hvern í þessu máli. Það dæmi bara hver fyrir sig. En ég kannski útskýrði ekki nógu vel á hann en þetta snerist sko, ég segi eins og Guðmundur að ég bara trúði því að þetta væri inn í verkinu að dýpkun við Miðgarð væri dýpkun út í skurð. En svo kom þessi túlkun hjá vegagerðinni, eða siglingamál, sem að verið er að leysa núna. Þannig að ég held að sé nú ekki rétt svo sem að fara að nafngreina einhverja menn hér. Þetta er bara fulltrúar stofnunar og það er bara, ég held að það sé alveg áhættunar virði að treysta þeirri stofnun. Þannig að við getum verið sammála það að við litum alltaf á þetta væri inn í verkinu, en svo bara þegar á hólminn er komið þá var það ekki og þá í útboðinu átti að skilja þetta eftir og það var ekki, við fórum margar ferðir þarna inn eftir, hafnarstjóri og formaður hafnarnefndar, sjálfstæðismaðurinn. Þannig að við höfum verið mjög einhuga í hafnarstjórnum þessi verk og þannig að það þannig að við höfðum ekki árangur sem við að beygja þá með okkar túlkun en þeir komið þá til móts við okkur með þessu og þannig að ég held að þessi bara áhættunar virði að kýla á þetta og auðvitað snýst þetta vexti og þannig að við erum að leggja út fyrir þessu, þetta kostar. En ég er líka sannfærður það verður ennþá dýrara ef við ætlum að bíða með þetta verk þangað til að einhvern tíma seinna. Þó, sko, burtséð frá slysahættunni að þá ef það þarf að fara að fá, við þurfum að fá þessi verkfæri á staðinn aftur fyrir þetta verk, sem er nú ekki mikið. Þetta er ein borbreidd eða ein prammabreidd þarna með garðinum. Þetta er í rauninni mjög hagstætt að taka þetta núna með þessum græjum sem hér eru. Takk fyrir það Páll, orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar.
Ég viðurkenni það að það svolítið fúlt að sjá þessa upphæð koma svona óvænt og við höfum ekki skilið þetta öll eins. Að þessi hryggur ég sammála að það gengur ekki að skilja þetta eftir. Og minn skilningu var sá að þetta myndi vera afgreitt í þessari framkvæmd. Mér langar samt að leiðrétta það sem kom fram hjá fulltrúa Framsóknarflokksins, honum Páli, að mér hefur ekki fundist vera neitt þungur í taumi í þessu máli. Mér hefur fundist þvert á móti öll bæjarstjórnin hafi verið einhuga í því að hafnamálin eru mjög mikilvæg framkvæmd og það er ekki hægt að segja annað en að við höfum látið töluvert af fjármagni í höfnina og það hefur aldrei verið einhver rifrildi það, enda erum við sammála það að þetta er lífæðin okkar. Sjávarútvegurinn hefur í gegnum árin sinnt gríðarlega mikilvægu hlutverki innan bæjarins. Og ég segi fyrir mitt leyti að þetta kemur ekkert annað til greina en að reyna að græja þetta og afgreiða þessa framkvæmd og svo vonandi mun ríkið standa við sinn hlut og við græjum þá 40% af þessum 135 milljónum, ekki rétt. Þannig að ég er sammála því að ég mun fyrir mitt leyti samþykkja þessa viðbót en ítreka það að það er leiðilegt að fá svona bakreikning af því að það var ekki sami skilningurinn hjá öllum þegar í verkefni var farið. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Nú ef það eru ekki fleiri en ég hef búin að benda ykkur á að hafnarstjóri situr nú við erindið hefðu viljað spyrja eitthvað en það var svo sem ágætlega farið yfir þetta og fundasettu frá. En þá er þetta bara að bera upp þessi óskum þennan viðauka í fjárhagsáætlun 2018, það er að segja 135 milljónir. Það er búið að fara yfir söguna þessu. Ég held að við séum að taka séns að gera þetta ekki. En þeir sem eru sammála honum og gjöra svo rétt upp hönd, það er samhljóða. Þá er það 7. mál. Og það er nú beiðni viðauka. Það var nú beiðni sem kom inn á bæjarráð og leggjum við til að bæjarstjórn samþykki viðauka við fjárhagsáætlun 2018 á deild 02561 að fjárhæð 110.000 krónur sem fjármagnaðar verði með lækkun og handbæru fé. Þetta snýr að Túngötu 15-17. Orðið er laust. Nú, þeir sem eru samþykkið þessu, samþykkið þennan viðauka og gjöra svo vel rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er það 8. mál. Það er lögreglu samþykkt fyrir Grindavíkurbæ. Lögreglu samþykkt fyrir sveitarfélagi í umdæmi lögreglunar á Suðurnesju lögð fyrir bæjarstjórn til síðari umræðu. En fyrri umræða fór fram á 4801. fundi bæjarstjórnar þann 27.2.2018. Nú, orðið er laust. Pál Kjartansson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að telja lengi við þetta mál. Við tjáðum mig ágætlega þetta í annarri umræðu. Ég er svona bara að ítreka mína fyrri afstöðu að ég er algjörlega á móti þessar að bregða svona við brotum einstakra ferðamanna. Þannig að það að hjólhýsi séu sett í sama flokk og gámar upp við hús, það bara get ég ómögulega sætt mig við. Og hitt að vel útbúnir bílar með ekki gista nema á tjaldstæða. Það hefði alveg verið hægt að túlka þetta einhvern veginn öðruvísi. Þannig en ég bara ítreka fyrir aðstöðu mína og ég get ómögulega samþykkt þetta og er algjörlega á móti því. Takk fyrir þetta, Páll. Sjálfur er ég nú settið mig á mælendaskrá. Nú, þetta er nú bara tekið fyrir öðru sinni og það er svo sem engar breytur og ég mun samþykkja þetta, alveg eins og áður. En Páll benti á það hérna í síðustu umræðu að það eru svona
Það eru svona ákveðnir hlutir í þessu sem að þarf að fara vel með. Hins vegar hvernig við förum síðan með valdið og eftir, þá eru lögin klár og til stóðar og hvernig við bregðumst við ferðamönnum í okkar umdæmi getum við nú svolítið svona gert okkar reglur að. En þetta er nú bara stuðningur við það helsta og ég mun samþykkja þetta. En hérna orðið er laust. Nú ef það er ekki fleiri sem hafa hvað sér hljós, þeir sem eru samþykkir nýju lögreglusamþykktin fyrir Grindavíkurbæ, gjörsölu rétt upp hönd. Það eru 6 atkvæði, einhverjir á móti, 1 á móti, samþykkt með 6 á móti 1. Nú, þá er það 9. mál. Það var það Grindavíkurbæ, heilsueflandi samfélag. Á fundi númer 1474 hjá bæjarráði var undirritað samningur heilsueflandi samfélag við embætti landlæknis og erindinu vísað til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Kristín María, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að fagna því að við séum orðið eitt af þeim sveitarfélögum sem leggur upp í þessa vegferð að vera heilsueflandi sveitarfélag og við ræddum þetta heilmikið núna í fjárhagsáætlunargerðinni. Það er kannski mismunandi hversu mikinn þunga sveitarfélögin leggja á þetta verkefni og við vildum sannarlega ekki sleppa því að fara í þetta verkefni þó svo við höfum ekki lagt til eins og beðið var að það yrði hlutfall, starfshlutfall því að við þurftum að vanda vel til verka og reyna að halda rekstrinum okkar í jafnvægi þegar við vorum að koma til móts við þarfir sviðsstjóra eða beiðni sviðsstjóra aukin stöðugildi því að þau voru víða. En já, mér langaði bara að koma upp af því ég var ekki á þessu fundi þegar þetta var undirritað en ég er mjög glöð að sjá að við leggjum upp í þessi vegferð því að ég held að það sé mjög mikilvægt að við hugum að þessum þáttum í samfélaginu og að fólk verði bara meðvitað, bæði íbúar og stofnanir, hversu miklu máli þetta skiptir. Þetta eru þessi 5 leiðarljós, það er bara virk þáttaka samfélagsins í heild og starfið það byggir á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma, valdi ekki skaða með því að huga ávallt að áhrifum starfsins á andlega, líkamlega og félagslega heilsu og þetta er eitt af því sem við höfum líka verið að ræða, að það er þessi andlega heilsa sem skipt svo miklu máli að því að nú hafa margar rannsóknir og kannanir sýnt að börn búa við kvíða og ekkert síður fullorðnir. Og svo jöfnuð til heilsu með almennum aðgerðum og aðgerðum sem taka tillit til viðkvæmra hópa, þetta skiptir líka máli og svo er þessi sjálfbærni mjög vinsælt hugtak að leggja grunninn að árangri til lengri tíma litið, það við séum ekki að tjalda bara til einna nætur. Þannig að mér finnst þetta bara flott og fagna þessu. Takk. Takk fyrir það Kristín María, orðið er laust. Gjörðu svo vel Hjörtur. Er einhver beinn kostnað sem hlýst að þessu verkefni? Nei. Þessi sem á þessu samning á eftir að koma? Þau komu til undirritunu, við áttum bara fína stund og við náðum náttúrulega líka að kynna okkar mál. Við náðum alveg að koma að því að við erum að styrkja gríðarlega mikið við íþróttastarfi í Grindavík. Höfum verið með 2 lið í efstu deild í fótbolta og körfu og bara mikið íþróttastarf, judo, taekwondo, sund, þannig að við komum að því og þau voru alveg með það þetta er mikið mál fyrir okkur, þannig að við þráttur að hafa ekki verið að setja fjármagn í verkefnum svo núna þá erum við alltaf tilbúin þegar það snýra þessu. Þannig að það séu bæjarfulltrúar séu bara upplýstir um það, þetta var bara fínt samtal. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna þessu verkefni. Nú, mér langar að geta þess að ég satt fyrsta fund hjá öldrunarráði Grindavíkur og þar kom þetta til tals og
og menn fögnuðu því þar. En það var jafnframt bókað þar svona beiðni að eldri borgarar fengju svona kynningu á þessu verkefni. Hvað svona felst í þessu og hvaða möguleikar, þannig að svona hnykkja á því kannski að hérna sko nú erum við búin að gera samning og hvort að verði ekki eitthvað markvisst þá eitthvað kynningarstarfa á honum, þá til dæmis fyrir eldri borgara eða fyrir bara hinn almenna borgara, svona þannig að þetta verði ekki bara einhver samningum sem lendir hún í skúffu og við svo státum okkur af hérna liðum í efstu deild og við séum íþróttabær og þannig að við megum kannski ekki svona klikka á því að kynna þetta og svona bæði kynna og hvetja til þess að hérna að þetta skili nú einhverjum árangri. Já, takk fyrir það, Páll. Já, ég held við tökum heilsögðar undir það og ég hugsa að það verði nú undir handleiðstöð Bjargar að svona að leiða það mál áfram, en það er bara sjálfsagt mál, þetta snýr að öllum íbúum Grindavíkur og óskandi að þetta nái markmiðum sínum. Nú orðið er laust. Nú þá ætla ég bara að bera samningi sem er búið undir bæjarstjórn, þeir sem eru samþykkið þessu samningi